Jæja, þá komið að því. Leynigestur kvöldsins á langan og glæstan feril að baki og löngu orðin góðsögn í lifandi lífi. Hann byrjaði sem trommuleikari 15 ára gamall, sneri sér fljótlega að söngnum og hefur ekki þagnað síðan. Það er svolítið gaman að segja frá því að hann tók upp sína fyrstu plötu hér í Kaupmannahöfn 1960, fyrir 48 árum. Og lögin sem hann söng eru ennþá efst á vinsældalistunum. Góði gestir, mínir damer og herrar, hér er maðurinn sem kemdi okkur hinum að vera töff. Ragnar Bjarnason! Til hamingju með þetta, elsku drengur, þetta æðir ekki. Þetta lag er eftir Ragnar og textinn eftir Stein Steinar sem heldur upp á 100 ára afmæli. Ég var lítið barn og ég lék mér við ströndina. Tveir dökklæddir menn gengu framhjá góðan dag, litla barn, góðan dag. Ég var lítið barn og ég lék mér við ströndina. Særðar stúlkur gengur framhjá og hvísluðu. Komdu með, ungi maður, komdu með. Bjarnason, það er enginn eins og hann. Það er Takk fyrir ykkur maður, er ekki allir góður skapi? Björgvin, þetta er æðislegt. Þetta er náttúrulega engu lík maður, gaman að vera með gamla manninum hérna sem var hérna 1960 að taka upp plötuna. Verð ekki að horfa svona allt á mig og komdu í kvöld. Hann er kominn aftur, aldrei betri. Aldrei betri. Verður þú svona á hans aldri? Ég ætla bara rétt að vona það. Það er alveg æðislegt. Ég stefna því. Frábært. Það Björgvin, hvernig tókst til? Þetta var góð tilfinning. Það var æðislega gaman og
bara gaman að vera með allt þetta frábæra fólk hérna í hljómsveitinu og söngvarana og Ragga Bjarna og allt þetta fólk bara og mjög hlýi straumar og skemmtilegt, bara, maður er ennþá bara heila syndandi bara. Er þetta eitthvað sem að gæti orðið árvis viðburður, svona stóri tónleikar einhvers staðar í heiminum? Það væri nú gaman að því, við vitum ekkert hvernig það verður en það er glæsilega að þessu staði hérna hjá Köpen.is og Sigurði Kolbeinsinni. Þetta er allt búið að skipuleggja þetta út í ystu æsar og þetta tekist allt alveg framar vonum en ég lofa ekki til neinum framaldi en það væri nú gaman að því ef að þetta væri nú þessi útrás hjá íslenskum tónlistarmönnum myndi eflast enn meira og nú mikil fyrir en nú myndi að við gömlu mennindi fengjum að fara líka.